10 stærstu viðskiptavinir Kaupþings skulduðu bankanum rúmlega 1500 milljarða króna skömmu fyrir hrun. 10 stærstu viðskiptavinir Kaupþings skulduðu bankanum rúmlega 1500 milljarða króna samkvæmt lánayfirliti frá því í lok september í fyrra. Þetta eru tæplega þreföld fjárlög ríkissjóðs. Helga Arnardóttir. Þetta kemur fram í 210 blaðsíðna glæru yfirliti yfir stærstu lántakendur Kaupþingssamsteypunnar sem lagt var fyrir stjórnarfundi í aðdraganda hrunsins eða 25. september í fyrra. Glærurnar voru settar á heimasíðuna Wikileaks sem er ætlað að hýsa leka af þessu tagi. Í lánayfirlitinu eru félög tengd Bakkabræðrum, Jóni Ásgeiri Jóhannessyni og Cengiz-bræðrum með stærstu lánin. Tekið skal fram að lánin eru reiknuð með við núverandi gengi. Félög tengd Bakkabræðrum fengur rúmlega 332 milljarða króna í lán frá Kaupþingi og fékk Exista HF tæplega helming þeirrar upphæðar eða rúmlega 140 milljarða. Í lánayfirlitinu kemur fram að stærstu hluti lánanna sé ótryggður. Þá fengu félög tengd Jóni Ásgeiri Jóhannessyni 326 milljarða í lán. Cengiz-bræður fengur rúmlega 286 milljarða í lán frá Kaupþingi en Robert Cengiz situr í stjórn Existu. Þá vekur athygli að Skúli Þorvaldsson sem kenndur er við Hótel Holt er stærsti lántakandi Kaupþings í Luxemburg og fékk tæplega 143 milljarða króna í lán. Félög tengd Ólafi Ólafssyni, svo sem Kjalar, Samskip og fleiri, fengu tæplega 142 milljarða í lán. Þá fengu félög tengd Kevin Stanford, sem er viðskiptafélagi Baugs, rúmlega 103 milljarða. Antonios Jerelimo, sem er viðskiptafélagi Bakkabræðra, fékk 66 milljarða. Félög tengd Jákubi Jakobsen, sem á meðal annars Rúmfattalagurinn, Ylvu og fleiri fyrirtæki, fengu tæplega 58 milljarða. Félög tengd Jóni Helga Guðmundsssyni, eiganda Bíkó, fengur rúmlega 46 milljarða. Þá fékk Saxhóll rúma 42 milljarða í lán. Samtals eru þetta rúmlega 1544 milljarðar króna sem 10 stærstu lántakendur fengu lánað frá Kaupþingi. Það jafngildir tæplega þreföldum fjárlögum ríkissjóðs fyrir þetta ár. Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Nýja Kaupþings, neitaði að tjá sig um málið þegar fréttastofa leitaði eftir því í dag. Forsvarsmenn Kaupþings hafa reynt að fá glærurnar fjarlægðar af vefsíðunni Wikileaks en án árangurs. Þeir segja birtingu upplýsinga stangast á við lög um bankaleynd og unnið hafi verið að því í dag að reyna að fá lögbann á birtingu í íslenskum fjölmiðlum.